Það eru að koma kosningar eftir nokkra daga og ég ætla að nota tækifærið til að spurja frambjóðendur ef einhverjir eru að hlusta hvort ykkur finnst þetta í lagi af því það er búið að tala í mörg ár um að það eigi að efla vistvæna samgöngumáta og efla reiðhjóla innviði og svoleiðis og ég ætla að sýna ykkur svolítið hérna. Ég ætla að reyna að fara frá þessu hverfi, íbúðahverfi hérna, Hjallahverfi í Kópavogi og ég ætla að reyna að fara í bókasafnið við Hamraborg. Það er engin hjólastígur, það er bara þessi göngustígur hérna. En hvað gerist nú? Úps, göngustígurinn endar hér. Hvað ger ég þá? Þá hef ég gett val annað en að fara yfir á götuna og það er strætó að koma eftir mér. Nei, hann keyrði ekki yfir mig. Það reddaðist. Sem betur fer er ég ekki á háannatíma, annars er það mikil umferð hér og það er örugglega mikið flauta á mig. Ég á náttúrulega ekki að vera að flækjast fyrir bílaumferð. Ég á bara að vera heima hjá mér. En það er sem sagt algjört fyrir bílinn hérna. Tvær í hvora átt. Ef hjólið á að vera raunhæfur og aðlaðandi samgöngumáti, þá náttúrulega þarf maður að vera öruggt í umferðinni. Ekki svona. Í 70 ár höfum við byggt allt í kringum bílinn. Það er villust gefið að búið að ýta alla aðra samgöngumáta út á jaðarinn. Og sjáu hérna, ljósastaur í miðjum göngustíginum og annar hérna fyrir framan mig. Myndu ökumenn sætta sig við að við setjum bara ljósastaur í miðri götunni? Við veit það ekki. En fyrir aðra er það í lagi. Og svo þarf ég alltaf að taka á mig allar þessar beygjur hérna á öllum vegamótum. 90 gráðu beygjur og kanta út um allt. En bílarnir, þeir æða bara áfram. Þeir eru ekkert einu sinni að hægja sig á vegamótum svo lengi sem það er grænt ljós. Sjáðu hérna, bara drulla. Og tölfræðin segir að það byrja 50% af öllum þessum bílum hérna sem eru að keyra eru að fara vegalengd sem er undir 5 km. Sem er ekki nema 10-15 mínútur á hjóli. En af hverju fara allir á bíl? Já, engir innviðir fyrir hjólandi. Sjáðu þið, bílarnir halda bara beint áfram. En ég þarf að taka á mig stóran krók til að fara yfir. Gatan er þarna. Ég veit ekki hvert ég á að fara einu sinni. Það er stígur hér. Hérna er loksins kominn aðskilinn hjólastígur. Reyndar svolítið þröngur en það er betra en ekkert. Og það verður reyndar svo þröngt hérna að ég þurfti örugglega að saga af stýrinu mínu til þess að passa innan línana. En jæja, þetta er alltaf betra en ekkert. Og sjáu hérna, þetta er daglega brauðið okkar sem erum á hjóli. Alltaf einhverjar rafskútur sem liggja. Þessi var reyndar ekki mikið fyrir en oft í miðjum stígunum þvert á leiðina og enginn gerir neitt í því. Hvað myndi ökumenn segja ef það væru svona rafskútur á götunni? Það er bara allt brjálað. Og hér er hjólastígur, hann er reyndar ekki aðskilinn en það er í lagi af því að hér í þessari götu er 30 km hámarkshraði. Þannig að maður þarf ekkert að hafa svo miklar áhyggjur. Manni líður vel hérna. Það er líka ekki mikil umferð á svona götu. Þannig að það er allt í lagi. Og nú er ég að vera kominn. Þið sjáið að það var ekki nema lítill hlutur af leiðinni sem var boðið upp á innviði fyrir hjólandi. Og þetta var alls ekki örugg leið. Og nú ætla ég að fara tilbaka aðra leið. Ég nenni ekki að fara aftur að hætta lífi mínu á þessum nýbílavegi
sem ber nafn sitt með rendu. Það reyndar með uppsölun í en ætti að vera með einföldu í. Hundleiðilegt, þannig að ég ætla að fara frekar þessa leið hérna í gegnum Fossvogsdalinn. Hér er þessi fínasta hjólaleið. Askilin hjólaleið, alveg askilin frá gangandi umferð sem er mikilvægt, þetta fer ekki vel saman. Og hér sér maður strax bókahjóla, miklu betra hjóla hér. Þá geti einhver sagt, en jú, af hverju fórstu ekki þessa leið þá, áðan líka? Jú, ég var til í það, en þetta er náttúrulega miklu lengri leið til að fara þangað sem ég var að fara. Þannig að þetta þyrfti þá að taka á mig sérstakann krók í hvert skipti sem að ég vil fara þangað. Og þess vegna er ekki hvati til þess að nota hjólið ef maður þarf alltaf að taka lengri leið heldur en bílarnir. Og málið er að netreiðhjólastíga er bara allt of gísið í dag í Reykjavík. Þannig að maður þarf annarkvort að fara innan bílaumferðina ef maður vill fara stystu leiðina. Eða þá þarf maður að liggja í hálftíma yfir Google Maps til að finna út hvaða leið er best að fara til að forðast að vera á gangstétt eða með bílunum. Og þess vegna þurfum við miklu þéttara nett hjólastíga. Gott við mið, það er talað 4 km af stígum fyrir hver kilometra af borgarlandi. Allar góðar hjólaborgir eins og Amsterdam og Kaupmannahöfn og fleiri eru vel yfir 4 km. Við erum í 0,9 km. 4 sinnum minna ef við þyrftum. Svo að miðað við þessa 4 km reglu þá þyrftum við að hafa 200 km af hjólastígum en við erum með 46 í dag og planið er að hækka þetta upp í 60 á næstu 15 árum. Allavega í Reykjavík, ég veit ekki með önnur sveitarfélög, ég veit ekki með Kópavog, en allavega í Reykjavík þá er þetta planið fara úr 46 upp í 60 á 15 árum en við þurfum að hafa 200. Og margar borgir hafa gert miklu betur í þessu. Oslo til dæmis hefur bætt við 150 km á síðustu 10 árum. París hefur bætt við 600 km á síðustu 20 árum en við erum að tala um að bæta við 14 km á 15 árum. 14 km. Þetta er allt of lítið, allt of seint. Kæru frambjóðendur, þið þurfum að spýta í lófana. Það hefur sýnt sig bæði hér og annars staðar, aftur og aftur, að þegar innviðir eru í lagi, þá byrjar fólk að hjóla meira. Það er mikil misskilningur að Íslendingar segja eitthvað á móti öðrum ferðamátum, að Íslendingar séu bílaþjóð. Allar kannanir sýna að langflestir eru alveg til í að nota aðrar samgöngumóta, bara ef innviðir og þjónusta eru í lagi. Þannig að ég er með áskorun til ykkar frambjóðendur. Í staðinn fyrir að gera þetta á hraða snigilsins, 1 km á ári, sem mun taka okkur þá 150 ár til að ná þessum 4 km viðmiði sem ég var að tala um áðan. Gera þetta almennilega, gera almennilegt átak í þessu. 200 km þurfum við erum komin með ca. 50. Þannig að ég segi bara 150 km á næstu 5 árum. Málið dautt, þá getum við hægt að tala um að það var fleiri bílastæði og fleiri mislæg gallamót og götur í stokk og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað segið þið þá? Áskorun tekin. 150 km á næstu 5 árum.